Hvert var almenningsálitið á konur í karlastörfum árið 1972, 3 árum fyrir kvennafrí? Þótti það eðlilegra en karlar að vinna kvennastörf? Það ekkert einsdæmi lengur þóttu auglýst sé eftir kvenfólki í störf sem fyrir nokkrum árum þóttu eingöngu við hæfi karlmanna. Svona hófst fréttainnslag konur í karlmannsstörfum frá 1972. Fréttastofan heimsótti járniðnaðarverkstæði, smurrstöð, renniverkstæði og rörsteypuna HF í Kópavogi þar sem nokkrar ungar konur voru við vinnu. Hvað kom til að þú ákvaðst að fara að vinna hérna? Ég fekk engar aðra vinnu og svo raulstu stúlku og mér langaði að prófa eitthvað nýtt. Vinkona mín, hún vinnur hérna í Kletti og hún spurði mig hvort að ég hefði áhuga að vinna hérna því að það var verið að spyrja hana hvort að hún þekkti einhvern sem gæti hugsað sér að vinna hérna. Ég tók því ég var atvinnulaus. Konurnar nutu þess að vinna í svokölluðum karlastörfum og nefndu sérstaklega frelsið sem þær upplifðu þar með við aðra vinnustæði. Líkar betur þar heldur en í hótelvinnu eða skrifstofuvinnu? Já, ég myndi segja það. Hvers vegna? Það er svo frjáls hérna, engin ægi og... Og líkar ykkur þetta betur heldur en að vinna í búð eða á skrifstofu? Já, mikið betur. Af hverju? Það er bara frjáls. Hvernig þá? Ég veit ekki hvernig ég á að skilja það. Já, það er mjög miklu skemmtilega fólki og svona frjálsleira hérna. Karlmenn er svona skemmtilegir. Konunum leið greinilega vel í vinnunni en ekki fannst öllum það góð hugmynd að konur sinntu þessum karlastörfum, sérstaklega karlmennum. Voru ættingar og vinir ekkert hissa á því að þú skildir fara út í þetta nám? Jú, svona hálfpartinn. Þeir voru mjög hissa og sumir trúið ekki ennþá ég sé vinna hérna. Fannst kunningjum og vinum það skrítið að þið skildu velja svona vinnu? Já, sumum, sérstaklega karlmennum, þeir hlógu mikið að því. Þær gefa til kynna að körlum þykir þáttaka þeirra sérstök, en hoppum áfram 13 ár. Ár 1985, lok kvennaáratugarins. Hópur kvenna flissar yfir 2 þjóðþekktum karlmönnum að prófa sig áfram í heimilisstörfum. Karlar í kvennastörfum var nokkurs konar gjörningur, hlægilegur gjörningur jafnvel, en konur í karlastörfum, jú, kannski sérstakt á þessum tíma, en ekki endilega aðhlátursefni.